Þá kom að þriðja liða dagskrá kortlagning hávaða aðgerðaáætlun til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er liður 2 í fundargerð skipulagsráðs dagsettur 13. mars 2019 og í inngangstexta á þessum fundi segir svo: lögð fram tillaga að aðgerðaáætlun gegn hávaða fyrir tímabilið 2019 til 2024 til samræmis við ákvæði reglugerðar kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir númer 1000 frá 2005 er aðgerðaáætlunin unnin út frá niðurstöðum kortlagningar hávaða sem gerð var árið 2017 og hefur þegar verið haft samráð við Vegagerðina og Isavia. Skipulagsráð gerir ekki athugasemd við aðgerðaáætlunina og leggur til við bæjarstjórn að hún verði kynnt almenningi og öðrum hagsmunaaðilum við fyrsta tækifæri og þeim gefinn kostur á að gera athugasemdir við áætlunina. Og því má bæta við að umhverfis- og mannvirkjaráð hefur einnig fjallað áætlunina á fundi sínum þann 15. mars og tók undir að vísa henni til bæjarstjórnar. Áðurnefnd reglugerð mælir svo fyrir að slíka áætlun skuli gera þar sem þéttbýlissvæði með meira en 100.000 íbúa, þó að þeir skiptist á fleiri sveitarfélög, eða flugvöllur þar sem eru yfir 50.000 flughreyfingar á ári, eða vegur sem umfara meira en 3 milljónir bíla á ári. Og það er þetta síðasta ákvæði sem að við föllum undir, því að á Akureyri eru 8 vegir eða vegarkaflar sem að fara 3 milljónir bíla á ári, eða rúmlega 8.000 á dag að jafnaði. Þetta eru Hörgárbraut sunnan Einholts og svo í beinu framhaldi Glerárgata og Drottningarbraut suður að Aðalstræti. Hlíðabraut á stuttum kafla norðan við Austursíðu, Borgarbraut á neðsta hlutanum austan Dalsbrautar, Strandgata á stuttum kafla milli Glerárgötu og Norðurgötu, Tryggvabraut og loks Þórunnarstræti á neðsta kaflanum milli Glerárgötu og Byggðavegar. Ég þurfti aðeins að hugsa þegar ég las þetta, er ekki Þórunnarstræti og Byggðavegur samsíða, en svo myndi ég að Byggðavegur kemur út í Þórunnarstræti þarna neðst. Ég átti mér sér heima í Byggðavegi mörg ár, þannig hefði kannski átt að vera aðeins fljótari að skilja þetta. En það eru engir skólar eða leikskólar sem verða fyrir umferðarhávaða yfir 55 decibel, þannig að við erum vel stödd hvað það varðar. Það eru í áætluninni raktar ýmsar leiðir til að draga úr hávaða á umhverfið, svo sem varðandi umferðina sjálfa, umhverfisvænar samgöngur sem að draga úr hávaða, skipulag, byggingaraðferðir og fleira. Ætlunin er að skoða sérstaklega mögulegar úrbætur á 2 litlum svæðum, annars vegar við Glerárgötu á kaflanum frá Strandgötu og norður að Eyrarvegi og hins vegar við Hörgárbraut frá Glerá og norður að Undirhlíð. Þarna eru nokkuð mörg hús sem að standa við Lyngholt og 1 eða 2 við Stórholt og svo 1 við Skarðshlíð, það er að segja austasta einbýlishúsið sem er þar suður við Glerá. Svo er fjallað langtímastefnumörkun sem er fjórþætt. Það er lækkun hljóðstigs með uppsetningu á hljóðvörnum eða öðrum byggingartæknilegum lausnum. Það er þétting byggðar sem að þá minnkar þörfina fyrir vélknúnar samgöngur vonandi, efling almenningssamgangna og útvíkkun á göngu og hjólastígum. En áætlunin mun núna liggja frammi til kynningar sem fyrr segir og koma svo til afgreiðslu í bæjarstjórn. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefið merki. Það er 11, takk fyrir það.